Leiðtogar Evrópuríkja fjölmenntu til Úkraínu í dag og tilkynntu stóraukin framlög til varna. Ísland ríflega tvöfaldar sitt framlag. 3 ár eru í dag síðan Rússar hófu allsherjar innrás í Úkraínu. Tugþúsundir ungra Úkraínumanna hafa lagt sig í hættu og flúið land fótgangandi. Einn þeirra sem kominn hingað til lands kveðst ekki hafa það í sér að ganga í herinn. Lögreglumenn á vettvangi mótmæla í fyrra sögðu líf og fjör að beita piparúða og kölluðu einn mótmælanda helvítis dýr. Þetta staðfesta upptökur úr bókmyndavélum. Leiðtogi kristilegra demókrata í Þýskalandi hefur í næstu viku viðræður við sósíaldemókrata um myndun nýrrar ríkisstjórnar. Niðurstaða gærdagsins hafi verið loka viðvörun fyrir lýðræðislega flokka. Vetrarfríið í algleymingi í skólum landsins þessa dagana. Í stað þess að vera með nefið ofan í skólabókum skemmta börnin og fjölskyldur þeirra sér í bingó, segja brandara og búi til kornflakksgrímur og bolluvendi. Komið sæl. Nánustu bandaþjóðir Úkraínu ítrekuðu stuðning við landið og tilkynntu auknar fjárveitingar til varna á fundi í Kív í dag. Ísland ríflega tvöfaldar stuðning sinn sem nemur 3,6 milljörðum króna í ár. Það var stillt en kalt veður sem tók á móti þjóðarleiðtogum hérna í Kív í morgun þegar þeir fjölmenntu á fund með Volodymyr Zelenský, Úkraínuforseta. Tilefnið dapurlegt. Í dag eru 3 ár síðan Rússlandsher hóf allsherjar innrás í landið. Hérna eru forsætisráðherrar allra Norðurlandana og þar á meðal Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra Íslands, forsætisráðherrar Eystrasaltsríkjanna, Kanada og Spánar. Og hérna eru líka leiðtogar Evrópusambandsins. Dagskráin hófst í morgun á minningarathöfn fallna hermenn. Your government has decided to increase funding to help Ukraine. On what projects will that be spent? So we're making this step of doubling our contributions when it comes to defense for Ukraine. And our hope is that we will mostly use these funds to go through the Danish initiative, which we know has been very effective, both financially and for the Ukraine, but also through our demining efforts that we've worked on with Lithuania. So that will be our chief focus. Það mikil öryggisgæsla hérna allt í kringum fundarstaðinn og ekki ástæðulausu því að hættan vofir alltaf yfir hérna í Kív eins og annars staðar í Úkraínu. Og þegar það voru bara 7 mínútur liðnar af leiðtogafundinum í morgun, þá fékk fólk hérna á svæðinu tilkynningu í símann sinn að það væri árás mögulega yfirvofandi og ætti að koma sér í næsta neðanjarðarskýli. En sem betur fer þá varð ekki af þeirri árás. Staðan viðkvæm og ég held að það finni það allir. Þetta hefur gengið á í 3 ár en núna eru miklar hreyfingar til staðar. Maður skilur alveg vilja hjá ákveðnum aðilum og stundum bara almenningi að sjá vopnahlé næstum sama á hvaða forsendum vegna þess að fólk finnst þessar blóðsúthellingar hafa gengið of langt. En það skiptir samt gríðarlega miklu máli að vopnahlé verði á réttum forsendum. Það verði á forsendum Úkraínu og það verði á þeim forsendum að Úkraína komi sterk út úr þessu ástandi. Já, Oddur, þessi fundur haldinn í óvissu það hvaða forsendur eða svona í skugga óvissunum það hvaða forsendur munu liggja að baki þessum friðarviðræðum. Erum við einhverju nær eftir daginn í dag? Ég kannski ekki ýkja mikið nær, nei, Jóhanna. Menn greinir svona ennþá á á hvaða grundvelli þessar friðarviðræður eiginlega að vera. Menn eru mjög ósammála en G7-ríkin nýttu tækifærið í dag til þess að funda. Þjóðarleiðtogar sumra ríkja eru þetta í Kív eða voru í morgun og aðrir tóku þátt með fjarfundarbúnaði og Úkraínuforseti var gestur á þessum fundi G7-ríkjana og hann sagði þar að Bandaríkjamenn og Úkraínumenn væru svona að fikra sér nær samkomulagi sem að væri þó einhvers konar efnahagslegt samkomulag og fjalla þá væntanlega aðgengi Bandaríkjamanna að úkraínskum námum til þess að koma til móts við á vegna þess kostnaðar sem að Bandaríkjamenn hafa lagst í við að efla varnir Úkraínu. Við skulum heyra aðeins hvað Zelenský sagði í dag. Our teams are already working productively with the US on economic agreement, which we hope to sign in Washington. And President Trump, we would really like to hear from you because all our people, all our families are very worried. Will there be support from America? Will America be the leader of the free world? And I want to be very honest
very honest with you, for our people, for life in general, it's so important that American support, American assistance remains. Oddur, við sáum þetta í myndsýntali, þetta var Donald Trump forseti Bandaríkjanna vann sem varaforseti og það glitti líka Emmanuel Macron Frakklandsforseti. Já, hann í Hvíta húsinu, hann þar á fundi með Donald Trump og hann greinlega bara nýtti tækifærið og var þetta með Trump og vann sig í þessu símtali á fundi G7-ríkjanna. Og Macron og Trump ræddu væntanlega, gerir maður ráð fyrir, svona öryggi í Evrópu og stríðið í Úkraínu á fundi sinum í dag. Það ekki alveg komið ljós hvað svona ræddu af því að blaðamannafundur sem þeir ætla að halda til að kynna það, hann bara í þann mynd að hefjast ef hann þá ekki bara nýbyrjaður og við ætlum að greina nánar frá efni hans í seinni fréttum í kvöld eða á vefnum okkar líka. En svo kemur Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, til fundar við Trump í Hvíta húsinu á fimmtudaginn og það verður mjög fróðlegt sömuleiðis að fylgjast með því sem þar kemur fram. En áður en að Dagný Hulda Erlendsdóttir fréttamaður okkar fór til Kyiv í Úkraínu til að fylgjast með atburðum dagsins að þá ræddi hún við úkraínskan mann sem var kvaddur í herinn og lenti í miklum hremmingum á leið hingað til lands og við skulum skoða það eins betur. Það eru herlög í Úkraínu og körlum 16 til 60 ára ekki hleypt úr landi. Þegar þeir verða 25 ára hægt að kalla þá í herinn. Vladislav var í guðfræðinámi í Úkraínu. Eftir allsherjarinnrásina fór að halla undan fæti hjá fjölskyldunni svo hann fór að vinna og læra markaðsfræði í fjarnámi. В перспективі я розумію, що дуже мало можливостей в Україні. Це передусім для мого майбутнього, для створення сім'ї, для допомоги моїм батькам і рідним. Hann óttaðist að verða kvaddur í herinn og hafði mist guðföður sinn á víglínunni, þrautþjálfaðan hermann. Тобто я не маю жодного досвіду для війни. Далі мої релігійні бачення, що я не хочу нікому навносити шкоди, вбивати, і я не готовий на це піти. Þúsundir hermanna hafa fallið og yfirvöld reyna að fylla í skörðin. Á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum hafa verið birt myndbönd af útsendurum bókstaflega grípa menn af götunni. Тебе просто викрадають і просто привозять на війну без якоїсь попереднього тренування, без нічого такого. Просто викрали і привезли на гарячу точку, де ти зможеш просто воювати дня 5-10 і все, тоді нічого. Окрім сліз моєї мами і взагалі моїх батьків. Vladislav lagði í hann yfir landamærin að Rúmeníu síðasta haust með vini sínum. Leiðin hættuleg og tugir hið minnsta hafa farist. Menn hafa ofkælst, drukknað eða hrapað fram af klettum. Дорога мала передусім небезпеки і від людей, які оточували, які охороняли цю територію, не давали можливості вийти. Vladislav kveðst hrærður yfir góðum móttökum á Íslandi. Hann kominn með íbúð og vinnu og langar að láta gott af sér leiða. Все, що я знаю, може принести користь для дітей, для людей, які обездолені, які не мають стільки можливостей, як я, які отримав тут, в Ісландії. І, звісно, можливо, також я передусім зобов'язаний своїм батькам, я також хочу допомагати їм. Ось. Lögreglumenn sem fóru á vettvang Palestínumótmæla við umhverfisráðuneytið í fyrra göntuðust með það að það væri gaman að beita piparúða. Nefnd eftirlit með lögreglu gerði ekki athugasemdir við háttsemina. Í maí í fyrra beitti lögregla piparúða gegn hópi mótmælenda sem mótmælti hernaðaraðgerðum Ísraelsmanna á Gaza fyrir utan umhverfisráðuneytið. Þar inni sátu ráðherrar á ríkisstjórnarfundi. 9 úr hópi mótmælenda stefndu ríkinu á þeim grundvelli að lögregla hafi skert stjórnarskrárvarinn rétt þeirra til friðsamlegra mótmæla og gengið of harkalega fram. Við aðalmeðferð í héraðsdómi Reykjavíkur á föstudag voru sýndar upptökur úr búkmyndavélum lögreglumanna á vettvangi. Í samtölum þeirra á milli kallaðir einn mótmælenda meðal annars helvítis dýr. Stefnendum var brugðið við áhorfið. Mér fannst það mjög erfitt.
bara tók á mig og þá sérstaklega líka í viðurvist þeirra sem að beittu fólk eins og ofbeldi. Að líkja mótmælendum við dýr eitthvað sem maður bara á ekki að venjast. Flest okkar sem eru stefnendur í þessu máli eru alin upp við það að við hefum að geta treyst lögreglunni. Í öðru samtali segir lögreglumaður mótmælendur eiginlega hafa verið að biðja að hann léti gossa og segir svo að hafa gaman að aðgerðunum. Þetta sé líf og fjör. Hugrenningarnar sem að verða til þegar maður hlustar á þessu ummæli að þeim finnist þetta kannski aðeins of gaman og þeir taki þessu ekki alveg nógu alvarlega. Búkmyndavélar hafa verið í almennri notkun hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu frá árinu 2019. Embættið synjaði beiðni fréttastofu að fá myndefnið afhent á grunni ýmissa laga. Nefnd eftirlit með lögreglu vann frumkvæðis athugun á aðgerðum lögreglu í júní í fyrra og skoðaði myndefnið. Niðurstaða hennar var sú að lögreglumenn hefðu rækt störf sín af kostgæfni. Ég held að fæstor byrjum minnsta ábyrgðum nefnd eftirlit með störfum lögreglu. Lögreglun á höfuðborgarsvæðinu telur ekki raunhæft að tjá sig málið í dag. Kristilegi demókratar sigurvegarar þingkosninganna í Þýskalandi í gær hefja viðræður við sósíaldemókrata í næstu vikum myndun nýrrar ríkisstjórnar. Björn Malmquist, okkar maður, í Berlín. Björn, Merz segir stefna að ljúka þessum viðræðum fyrir páska. Líklegt að hún takist það? Já, það verður að koma í ljós. Sumir segja að það sé frekar bjartsýnt, en hann ætlar að leggja áherslu á 3 aðalmálefni í viðræðum við sósíaldemókrata, þar að segja öryggis- og varnarmál, efnahagsmál og síðan málefni innflytjenda og flóttafólks sem voru auðvitað í forgrunni hér í kosningabaráttunni. En það er alveg ljóst að niðurstöðu kosningana í Þýskalandi sýna að sósíaldemókratar eru mjög laskaðir eftir niðurstöðuna í gær. Þeir tapa miklu fylgi, fá mjög slæma útreið og þeir eru ekkert í mjög sterkri stöðu, en hins vegar það verður líka að segja að það ber ekkert rosalega mikið á milli flokkana nema kannski helst í málefnum flóttafólks og innflytjenda. Það er skoðanamunur milli kristilegra demókrata og sósíaldemókrata. Friedrich Merz, leiðtogi kristilegra demókrata og væntanlega kanslaraefni, var á blaðamannafundi í dag og það vekur athygli að hann hefur markað sér mjög ákveðna stöðu, ekki bara með innanríkispólitík, heldur líka með svona alþjóðapólitíkina og pólitíkina á vettvangi Evrópusambandsins og það er sem sagt þannig að hann talaði líka í rauninni innanlandspólitíkina í ljósi fylgisaukningar Alternative für Deutschland sem er hægri flokkurinn sem fékk 20% og hann sagði að nú riði á að stjórnmálamenn í meginströms lýðræðisflokkum sitt hvoru megin við miðjuna myndu standa sig, ekki bara í stjórnarmyndunarviðræðum, heldur líka við stjórnmálin næstu árin. Das ist nun wirklich das letzte Warnzeichen an die politischen Parteien der demokratischen Mitte, in Deutschland zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Ich bin fest entschlossen, mit den Sozialdemokraten konstruktive, gute, zügige Gespräche zu führen, sodass wir dann auch in der vorgegebenen Zeit, die ich mal genannt habe, also in etwa bis Ostern. Ob es zu einer Regierungsbildung kommt, ob die SPD in eine Regierung eintritt, das steht nicht fest. Das sind Entscheidungen, die in den nächsten Wochen und Monaten getroffen werden. Björn, þarna talaði Lars Klingbeil en ekki Olaf Scholz kanslari. Ætlar Scholz að segja af sér þingmennsku? Nei, hann ætlar ekki að gera það. Hann fekk beina kosningu í kjördæminu sínu í Potsdam en tekur væntanlega ekki þátt í stjórnarmyndunarviðræðum eða verður ekkit hluti af stjórninni hjá Friedrich Merz sem verður til á næstu vikum eða mánuðum. En hins vegar þá er líklegt að þessi flokkar nái saman áður en að ný stjórn verður mynduð af því að Merz útilokaði ekki á blaðamannafundinum í dag að hann myndi nota núverandi þing til þess að koma í gegn ákveðnum málum sem að þarf aukin meirihluta eða þarf 2/3 meirihluta til þess að koma í gegn, til dæmis eins og breytingar á reglum skuldsetningu þýska ríkisins sem að þarf til þess að fjármagna hergagna framleiðslu. Það verður að koma í ljós hvernig það gengur, en við skulum sjá stutta kynningu á Friedrich Merz, þessum nýja væntanlega leiðtoga Þýskalands og sennilega nú þegar áhrifamesta stjórnmálaleiðtoga í Evrópu. Friedrich Merz fæddist 1955 í Brilon í vestur Þýskalandi. Hann er lögfræðingur að mennt og var dómari.
áður en hann varð stjórnmálamaður. Angela Merkel und Friedrich Merz sind eigentlich zusammen aufgestiegen in der CDU. Sie sind als Doppelspitze gestartet im Jahr 2000. Saman vildu þau breyta stefnu eftir langa valdatíð Helmuts Kohl. Dann ist aber es zu einem Machtkonflikt der beiden gekommen. Und Angela Merkel hat gewonnen, sie ist 2005 Kanzlerin geworden und er ist aus der Politik ausgestiegen. Merz hætti á þingi 2009, tók sér pásu frá stjórnmálum. Hann fór aftur í lögmennsku en var líka stjórnarformaður í bandarískum fjárfestingasjóði. Á þeim tíma fór hann mikið til Bandaríkjanna og Kína. En þegar Merkel hætti 2018 sneri hann aftur og í lok janúar 2022 tók hann við embætti leiðtoga CDU. Er steht für eine strengere Migrationspolitik. Er will zunächst mal die Grenzen schließen, damit die Überlastungssituation, die wir im Moment in Deutschland haben, beendet wird. Das führt zu Streit in der politischen Mitte. Nach der Wahl wird er sozusagen ein Bündnis in der Mitte schmieden müssen und das zusammenbringen müssen. Das wird die große Herausforderung sein. Það verður spennandi að sjá hvernig Merz gengur á næstu vikum og mánuðum en við kveðjum héðan frá Berlín. Takk fyrir það, Björn Malmquist, fréttamaður í Berlín. Og við snúum okkur að öðru. Mannréttindi verða ekki sett til hliðar á vakt Íslands, segir utanríkisráðherra sem flutti stefnuræðu Íslands fyrir mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna í Genf í dag. Ísland tók sæti í ráðinu áramótin og situr þar til ársloka 2027, en þetta í fyrsta skipti sem Ísland situr heilt kjörtímabil í ráðinu. Kynjajafnrétti og réttindi hinsegin fólks voru fyrirferðarmikil í ræðu utanríkisráðherra, málefni sem á ekki upp á pallborðið hjá öllu þeim ríkjum sem í ráðinu sitja. Engu að síður hún ánægð með viðtökurnar. Ríki sem að hugsa svipað við og okkur þakklátt fyrir að einmitt halda þessi rödd áfram og ef að það einhver ástæða til þess að við tölum hátt einmitt réttindi allra að þá það núna þegar við erum að sjá svona heimspólitíkin að vera breytast nokkuð hratt og það þýðir þegar að svona stórvelda fyrirkomulag að reyna að setja sjálft sig aftur á dagskrá og það þýðir í gegnum tíðina að mannréttindi eru þá settir hliðar og við Íslendingar ætlum ekki að sitja undir því. Þorgerður minntist þess í ræðunni að 3 ár væru frá ólögmætri innrás Rússa í Úkraínu og hún lýsti yfir fullum stuðningi við Úkraínu. Stjórnvöld víða fylgjast grannt með þróuninni sem breytist hratt dag frá degi. Við vitum að það eru stökulönd sem að bíða svolítið að sjá bæði eftir merkjunu frá Rússlandi og núna jafnvel svona eftir atvikum frá Bandaríkjunum. Sem að mér finnst þess að gott að finna að það eru öll ríki mjög meðvituð að það þurfa að vera friður í Úkraínu sem er bæði réttlátur og varanlegur og það verður hann næst ekki nema við Úkraínu við borðið og helst Evrópu líka því þetta snýst líka öryggi Evrópu. Og meira þessu tengt því sem Þorgerður Katrín kom inn á þarna í lokin en úkraínsk-íslenska kvikmyndin tímabundið Skjól verður endurfrumsýnd í kvöld. Guðrún Sóley Gestsdóttir, þú ert í Bíó Paradís, í góðum félagsskap eða hvað? Já, svo sannarlega. Það er hinn unga kvikmyndagerðarkona Anastasia Bortuali sem að bjó til þessa mynd, fékk hugmyndina að henni og komin í framkvæmd. Hún dvaldi lengi á Ásbrú og þar kviknaði hugmyndin og varð að raunveruleika. Anastasia, congratulations on the movie. Thank you. I'm wondering if you had to describe it with your own words, how would you do that? This story started in April 2022 when I arrived to Iceland with my family and we start to live not near with the waterfalls, not near with the aurora and the beauty of Iceland, but we start to live in a mysterious place, Ásbrú. And this is a story about real people and this story makes about real people for real people. You will see there that we are the same as you. I mean, we are from far away, but we are the same, have feelings. We can cry, we can smile, we can be clever, we can be stupid. So I hope Icelanders can understand us better after Temporary Shelter film. I'm sure. Hún segir að þetta sé alvöru mynd alvöru fólk og fólk geta að gera sér grein fyrir því eftir að hafa séð kvikmyndina hversu lík við erum í raun og veru og hvað við eigum sameiginlegt. Það er Helgi Felixson sem framleiðir myndina sem eins og hér kom fram endurfrumsýnd í kvöld. Helgi, þið hafa fengið þó nokkuð góð viðbrögð á hana nú þegar? Já, mjög góð viðbrögð á þessa mynd. Það er mikil forvitni og líka það að hún sé sýnd á þessum degi í dag og sé ýtt úr vör sem náttúrulega alveg stórkostlegt að fá fyrir umfjöllun þetta mikilvæga efni þegar eins og staða mála í dag sérstaklega.
það troðfullt bíóparadís, heldur þetta sé til marks áhuga Íslendinga á þessu efni? Já, þetta náttúrulega bara hrein og bein fjölskyldumynd. Þetta fjallar fjölskyldu eins og okkur Íslendinga. Svo þar finnum við sjálf okkur, þetta er bara spegilmynd af okkar eigin lífi. Þegar við lendum í slæmum aðstæðum eins og þessum, þegar aggressjónin verður svona heftaleg og við vitum aldrei hvenær við lendum í því heldur. Thank you for your contribution and the beautiful description and enjoy the night. Takk fyrir. Takk fyrir. Við þökkum hérna Bíó Paradís og hvetjum auðvitað sem flest til að sjá þessa kvikmynd. Heldur betur, takk fyrir það Guðrún Sóley Gestsdóttir í Bíó Paradís. Vetrarfrí skólabarna eru nú víða land. Börn og fullorðnir grípa því til ýmissa ráða og skemmta sér í leik daginn út og daginn inn. Hún snýr mér í hringi og ger alveg á rúli svo rúleta veifu mér á fingri. Það hefur sennilega ekki farið fram hjá mörgum að það er vetrarfrí í skólum víða þessa dagana. Venjulega flykkjast fjölskyldur á skíði í vetrarfríinu en það sem af er febrúar hefur aðeins verið opið einn dag í Bláfjöllum svo þá þarf að láta sér koma eitthvað annað í hug. Reykjavíkurborg býður upp á fjölbreytta dagskrá af ýmsu tagi eins og til dæmis kennslu í að búa til bolluvönd sem þessir duglegu krakkar gerðu í dag í Sjóminjasafni Reykjavíkur. Og svo er boðið upp á sýningar, allskyns fjölskylduleiki, bingo og brandar á brúðugerð, svo fátt eitt sé nefnt. Að ógleymdri skemmtilegri smiðju í að búa til kornflexgrímur þar sem skærin léku í höndum þeirra sem tóku þátt. Og fríið heldur áfram og aldrei að vita hvað börnin og fjölskyldur þeirra taka sér fyrir hendur á morgun. Ef þú átt til eitt augnablik, myndirðu eyða því mig. Ef þetta sinn er seinasta sinn, vil ekki eiga það í mig. Urður, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Eins og fram hefur komið þá er þetta stór dagur í alþjóðamálunum og við ætlum að halda áfram umfjöllun bæði Úkraínu og nýafstaðnar kosningar í Þýskalandi. Þeir Ragnar Hjálmarsson, doktor í stjórnarháttum og Halldór Guðmundsson, rithöfundur, verða gestir Kastljóss í kvöld en þeir þekkja báðir vel til málefna Þýskalands. Svo ætlum við líka að spila viðtalið við Kristrúnu Frostadóttur, forsætisráðherra sem var tekið í Kíev í dag í heild sinni og við rifjum einnig upp kynni af úkraínskum hjónum sem flúðu stríðið til Íslands og byggu hér í 2 ár en sneru svo aftur til heimalandsins svo að maðurinn geti sinnt herskyldum. Takk fyrir það, Urður, við missum líka Kastljósinu, en þá ætlum við að líta til veðurs. Hámarkshiti var að mælast 9 stig í dag og það á Suðausturlandi en veður fer almennt kólnandi á landinu til morguns. En það er Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur sem fer yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Craig Petersen, landsliðsþjálfari Íslands í körfubolta, átti erfitt með að leyna tilfinningum sínum þegar íslenska liðið tryggði sér í gærkvöld þátttökurétt á EM í lok sumars. Valskonur komust í gær í undanúrslit EHF bikarsins í handbolta. Stefnan er sett á að fara alla leið í keppninni. Eir Chang Hliesdóttir bætti í gær rúmlega 20 ára gamalt Íslandsmet í 200 metra hlaupi innanhús. Og íslenska kvennalandsliðið í fótbolta sækir Frakka heim í þjóðadeild Evrópu annað kvöld. Íþróttir hér eftir fréttir. Og það var helst í þessum fréttatíma. Leiðtogar Evrópuríkja fjölmenntu til Úkraínu í dag og tilkynntu stóraukið framlög til varna. Ísland ríflega tvöfaldar sitt framlag. 3 ár eru í dag síðan Rússar hófu allsherjar innrás í Úkraínu. Tugþúsundir ungra Úkraínumanna hafa lagt sig í hættu og flúið land fótgangandi. Einn þeirra sem er kominn hingað til lands kveðst ekki hafa það í sér að ganga í herinn. Lögreglumenn á vettvangi mótmæla í fyrra sögðu líf og fjör að beita piparúða og kölluðu einn mótmælanda helvítis dýr. Þetta staðfesta upptökur úr bókmyndavélum. Leiðtogi kristilegra demókrata í Þýskalandi hefur í næstu viku viðræður við sósíaldemókrata myndun nýrrar ríkisstjórnar. Niðurstaða gærdagsins hafi verið loka viðvörun fyrir lýðræðislega flokka. Þessum fréttatíma er að ljúka og það er komið að íþróttum, veðri og Kastljósi. Það eru næst fréttir hjá okkur klukkan 10 í kvöld í útvarpi og sjónvarpi og nýjustu fréttir eru alltaf á RÚV.is. En við segjum þetta gott að sinni. Verið sæl.